Í þessum þætti af Mótorhaus ætlum við að byrja að kíkja á félagana í Mustang-klúbbnum, en mikil gróska hefur orðið í bílaáhugamenningu landans á undanförnum árum. Við hittum þá félaga Hilmar Jakobsson og Ingimund Helgason og spurðum þá, hvað er Mustang-klúbburinn? Það er fyrirbrigði sem að sameinar áhuga nokkura mótorhausa. Hvernig byrjaði þessi klúbbur og hvað er upphafið á honum? Já, það upphafið er náttúrulega Mustang, það segir sig sjálft, og svo þegar margir koma saman og þá hugsa menn, heyrðu, nei, við verðum að fara að gera ykkur klúbb úr þessu. Og hann var stofnaður reynda 2004, svo dó hann aðeins, var ekkert mikið af bílum, svo leið og fór að flytja inn bíla eftir 2005 þegar nýja bótið kom. Og þá náttúrulega jókst þetta og þá var hann endurvakinn, 2008 eða ekki? 2008. Já. Og síðan þá hefur þetta náttúrulega bara verið eintóm hamingja og voða gaman hjá okkur. Og við, eins og segi, við spynnum og hittumst og kjöptum bílana og allt, étum kökur og þess vegna, allt það á milli sko. Og förum í svona ferðir og grillum og hitt og þetta. Þannig að þetta er bara, koma að hittast, hafa gaman að bílunum sínum og hvað ert þú búinn að gera vinnun? Já, skilur, það er þetta bara. Er einhver inntökuskilir eða með allir vera með? Allir með. Það er ekki verra að átt Mustang. Það eru nokkri sko svona GM wannabe fordarar sem að fá að vera með okkur sko. Þannig að það er allir velkomnir í klúbbinn og eins og ég segi, við erum með nokkra strákar sem finnst bara gaman að borða pulsunar okkar og þá koma þær með okkur, hvort sem þeir eru á Ford GM eða Mopar, það er bara velkomið í Mustang klúbbinn sko. Það sem við gerum líka er að við förum í bílskúra yfir veturinn, við erum ekkert bara á sumrin, förum í bílskúra yfir veturinn eða förum á kaffihús og þá bjóðum við öllum með, við viljum allir koma með, við höfum allir sama áhugamál, þó þetta heiti okkar bíltegundir séu þessi, þá viljum við allir koma með, þetta er allra. Eru þið margir og fer þetta aukandi eða hvernig er þetta? Þetta er náttúrulega, Mustang-klúbburinn er svona, eins og segið, frjálst, hvað borgar og svona, en það er 1500 króna félagsgjald, þannig að það er nú ekki mjög mikið, en það er rúmlega 100 menn sem hafa borgað, og svo síðast ári eða þessu ári réttar að sagt. Og eins og bílarnir, er þetta alveg frá upphafi og til enda, hvaða bílar eru flottastir í þessu? Allir er flottir, við erum með náttúrulega 51 á sögu, frá 1964, þannig að það er allir bílarnir flottir. Það sem skemmtilegt er við þessa bíla er að menn hafa svo ólíkar hugmyndir hvað þeim finnst fallegt, þannig að við fáum svo margar útgáfur af flottum bílum og ólíka bílar hreinlega, þannig að þetta er allt flott. Hvaða bíl átt þú til dæmis? Ég er með Shelby 2007. Rauðan. Ég er með gamlan 66 Mustang sem ég er búinn að eiga síðan ég var 16 ára gamall, cirka 3 ár þá. Og svo er ég með 2 salínbíla líka, sem ég keypti 2006 og 2008. Og er þetta bara della sem er ekkert hægt að komast hjá eða? Þetta vestnar bara, ef eitthvað er sko. Já, vestnar bara. Þetta blundaði í. Ég var bílakall í gamla daga og svona var Polly og var horfð á þessa bíla og þetta var svona kringum muscle tíman. 70, 75 og 80 og svo dó þetta bara svona, lagðist í einhvern dvala. Svo kom þessi 2004 Mustang, þá vakti einhvern veginn í manni, vaknaði þessi veira upp og já, bara vestnar með hverju árinu. Mín byrjaði náttúrulega bara 1973 eitthvað svoleiðis, Mustangi sko. Þegar bróðir minn flutti svona bílinn en hún hefur aldrei sofnað neitt áhuga á mér. Ég var alltaf ákveðið að ég myndi kaupa mér Mustang þegar ég er 16 eða 17 og ég keypti mér það þegar ég var 16 og svo bara keyrði ég hann öll þessi ár og svo bara versnaði þetta svona þegar maður var eldri og fékk hann kannski aðeins meiri fjármuni til að kaupa sér nýjan. Þannig að þetta er ekki skánað neitt sko. Nú hef ég ekki séð mikið af þessu bílum á ferðina veturnar, hvernig er að keyra þessi bíla við vetrartíman hérna? Örgulega rosalega gott. Örgulega mjög gott sko, ég gerði það samt ekki sko. Ég á hins vegar mjög góða myndir af mínu bíl, við fórum með hann hérna upp í Bláfjöll og hann er þar í snjó. Þannig að hann hefur reynt ýmislegt á hann, mjög skemmtilega myndir, en hann var alveg á speilslettum dekkjum, hann tók ekki mikið á. Nei. Í gamla daga þá setti ég sko 66 minn, þá voru hann setti naglar undir hann á veturnar og hann var keyrður á veturnar. Hann var kannski ekkert rosalega góður í snjónum en hann var keyrður á veturnar líka sko. Mér átti engan annan bíl hann, þetta var bara það sem hann notaði. Ef þú segir mér kannski aðeins meira frá klúbbnum sjálfum, hvað eru það að gera?
Já, við erum aktífir allt árið þó að bílarnir séu kannski inn í skúr hjá mörgum hverjum eða ekki flestum yfir vetrartíman. Þá erum við að keyra og rúnta yfir sumarið í bænum með krúsuklubnum til dæmis, 50. Við förum út á land, Þingvelli eða svo í Keflavík, Selfoss, hittum bílaklubin í fyrra, bílaklubin á Selfossi og í svoleiðis lengri ferðum þá grillum við yfir pilsur og höfum gaman, gott kvöld saman. Yfir vetrartíman þá erum við með skúrahýtinga, förum á kaffihús, og við erum ekkert endilega bundin við Mustangar, við förum bara í flotta skúra hérna í bænum og eigum þá góða stund saman, þannig að þetta í rauninni bara við samin áhugamálið, sumir vilja keyra hratt, aðrir vilja krúsa og það rúmast allt inn í klúbbnum. Númer 1, 2 og 3 hjá okkur bara að hafa gaman og við höfum allir áhuga á bílum, allir velkomnir og við erum að tala bíla og það bara ógeðslega gaman. Sérstaklega svona veturna þegar bílarnir eru inni og þið klæjar í puttana að fara að gera eitthvað, þá rosalega gott að hitta svona einu sinni í mánuði og tala saman og sjá hvað menn eru að gera og eins og sé, kíkja í skúra, það rosa gaman. Svo náttúrulega þegar við eins og þegar við erum bilaðir núna. Já, við erum bilaðir, ekki bara ég. Bæði hausnum og svo bara bílarnir eru bilaðir, þannig að þá gerum við nú oft ykkur á uppákomur og í fyrra á Götuspillinu þá tókum við til og hlupum 200 metrana á Akureyri. Við vorum náttúrulega skráðir til keppni, búin að borga þátttökugjaldi, þannig að við hlupum þetta. Já. Hann á ennþá metið, það var ekki slegið í sumar. Það var reynt, en þeir réðu ekki við mig En hérna, ætli ég geta að hlaupa kvartmíluna hérna það? Ég var að enda við að borða 2 pulsur, ég veit ekki. Ég var að láta plata ykkur í það. Ekki kvart, ekki mótvindur? Ég var að fara í OF-lengduna. Það aldrei að vita maður. Það aldrei að vita, við erum ekki svo klikkaðir. En ég fari nú aðeins meira inn á ykkur, hérna eru þið eitthvað að fara að tjúna meira, til dæmis þú? Já, þetta endar aldrei. Já, ég náttúrulega kúplingslaus núna, hún farin, þannig að ég að fá nýja kúplingu. Held ég sé að fá aðeins öflugur kúplingu. Þannig að hún á að halda meira og þá náttúrulega næsta skref hlýtur að vera að fara fram fyrir kúplinguna og gera vélina öflugur, þannig að nýta kúplinguna allavega upp að marki. Jú, við skrúum eitthvað meira. Takmarkið á mér bara að koma helst ruslinni í lag og keyra hana. Það takmark nummer 1 hjá mér. En nú vænti ég þess að þið séu báðir giftir og svona. Hvernig þetta heima fyrir þegar það verið að kaupa svona í þetta? Það allur gangur á því. Ég er búinn að vera rólegur núna. Það hefur ekkert verið auðvelt að fást við þetta núna síðustu mánuðina, þannig að þá bara kaupir maður ekki neitt. Kona mín hefur engan áhuga á bílum og hún alltaf jafn fúl þegar maður kaupir eitthvað meira í þetta. Þannig að hvort sem er að kaupa bíla eða eitthvað svoleiðis, það alltaf verið að bæta við bílum, segir hún. En það nú ekki satt, ég hef ekki keypt Mustang síðan 2008. Þannig að þetta bara vitleysa Hvernig finnst ykkur nýju Mustangin? Það sem betur fyrir komin einn til Íslands og var mitt hérna upp á braut daginn að leika sér og það alveg ótrúlega flott hvað þessi bíl orðinn hrikalega flottur. Alveg bara liggur þessu klessa og standard bíl að fara hérna brautina á honum hringastur sem við erum komið hérna upp á Kvartmýlubraut var bara algjör snilld, þannig að þessi bíl svakalega þéttur og skemmtilegur Hver munurinn á þessu bíl og síðan bílunum sem þið eru á? Það kom sjálfstæð fjörun í hann. Það gjörbreytir aksturseiginleikunum, sérstaklega á hringasturnu, kannski ekki endilega, kannski skemmir fyrir honum hérna í Kvartmýlunni. En það bara frábæra eiginleika. Við keyrðum hérna daginn með einum frábærum ökumanni í hringasturinn. Ég satt í farþegasætinu þar og það var æðislegt að finna hreinlega hvað hann höndlaði þetta vel. Eru þið búin að panta ykkur bíla? Nei, maður er ekki búin að gera það. Gengið alltaf slæmt til þess. En það er gaman að segja að þú spurður munir á þessu tveimur bílum. Það er ekkert í nýja bílum sem er í gamla bílum. Það er allt hannað upp á nýtt. Þannig að það er bara allir munir. Það er bara nýr bíl, alveg smíðað frá grunni þessi bíl. Þannig að það var ekkert til sparað í þessu bíl. Þú er bara þannig, þú ert með gamla bíl og svo búin að vera með lengi. Ég ætlaði reyndar bara að keyra hann í sundum og bóna þessu milli því ég keypti hann. En svo, það hefur nú aðeins breyst. Hættur að bóna hann? Já. Tekur því ekki að bóna hann. En þá er þetta einhvern veginn þannig að þú vilt bara halda áfram með þann bíl. Í mínu tilfelli það þannig. Hún dögur mér. Meðan ég fæ að skrúfa eitthvað smá í hann. Við erum stærsti tegundaklúbburinn. Við tölum bíltegund. En náttúrulega bæði forbílaklúbburinn og krúsiklúbbarnir eru stærri klúbbar. En svona tegundaklúbbur sem er bara ein tegundabíl, þá held ég að við séum stærstir.
Ég held að við séum líka langvirkasti klúbburinn sem slíkur af þessum tegundaklúbbum. Cruiser náttúrulega án efa langvirkastir í að rúnda bæinn. Já, mjög flottir. Mjög virkir, með flott aðstöðu og eru mjög duglegir. Þannig að þeir draga mikið til sín. Og við erum bara svona bundir þessari tegund og urðum til þess vegna. En við erum hins vegar ekkert bundir í þegar við gerum eitthvað saman. Þá bara viljum við allir koma með. En virkastir erum við. En ef það er einhver út í bæ núna sem er alveg ferlega feiminn og á flotta Mustang, hvað á hann að gera til að komast í klúbbinn hjá okkur? Bara mæta, kíkja inn á mustang.is eða eitthvað, sjá hvað við erum að gera og mæta svo bara hitta okkur og tala við okkur. Maður þarf ekki að vera feiminn í Mustang-klúbbinu, sko. Það er bara synd. Fylgjast með okkur á Facebook, Facebook og mustang.is, bæði þar. Þar fyrir utan eins og núna, við rigguðum upp hitting í gærkvöldi sem var bara settur í gang eftir miðnætti á miðvikudag. Og hann var orðinn virkur viðburðurinn klukktíma seinna og við fengum 50 manns. Já, svoleiðis. Þannig að það þarf ekkert meira, bara að fylgjast með og koma, láta sjá sig, ekki vera feiminn. Á, gaman að þessu? Já, það er nummer 1, 2 og 3. Það held ég að það sem er kannski líka enn, svo klárum núna þátt hjá okkur alveg bara, það er verið sería, 2 þátta, að við komum inn 2008 og við endurvöktum klúbbinn og við komum einhvern veginn inn með gleði. Í bíla svona... Gleði í hjarta! Já! Og við leyfum okkur að samgleðast með hinnum. Og ég held að þetta hafi allt í framhaldinu hefur þetta svona aðeins endurspeglast í sportinu. Að menn eru farnir aðeins að þessi gamli rígur sem var og auðvitað hann til hann er bara skemmtilegur, sko. Hann á að vera þarna en hann er allir í góðu, sko. Við viljum hafa alla þessa stráka með það því að við höfum gaman að bílunum þó þetta séu GM-bílar. En þannig að við erum ánægð með alla og það er gaman að skoða bílana hjá öllum og sjá hvað menn eru að gera og ef þeir vilja vera með okkur þá er það bara æðislegt. Með þessum orðum kveðjum við þá félaga í Mustang-klúbbnum. Þökkum fyrir okkur og óskum þeim velfarnaðar í framtíðinni. Þetta eru snillingar. Næst hjá okkur í þessu þætti ætlum við að heimsækja félagana Halldór Reynisson og Reyni Georgsson í HR Racing. Þeir feðgar hafa verið að stunda sport sem ekki hefur verið fyrir allra augum á Íslandi hingað til. Við tókum þá félaga tali því okkur lék forvitna að vita hvað þeir væru eiginlega að brasa upp fyrir Skorradalsvatn. Já, við erum bara að keppa á svona speedbátum í Noregi í rauninni, en komum með 1 bát til Íslands í rauninni og bara núna í sumar og erum að leika okkur á sig hérna og reyna að starta sig hérna og eitthvað svona, gaman. Það er svona draumurinn en Halldór er náttúrulega að keyra bátinn sko og ég er svona pappinn á línunni. Já, sérðu allt. Já, en við ákvæðum að taka með okkur bátinn heim og leyfa honum aðeins að æfa sig á honum, flutta það heim og svona markmið að senda hann aftur til Noreg segi ég næsta vor. Og svo kannski keppa nokkuð mót í Noregi. Og þið eru á að keppa þó einhverju mótoröð sem er í Noregi. Hvernig virkar það allt saman? Já, það eru norska mótorinn í rauninni. Það eru mismunandi flokkar, það er GT15 sem hartu með 15 stöfl og svo GT30 sem er þessi. Og svo F4, það hartu komið með 10-bitnur lokaðar og með 6 hestafla mótor. Og svo er F2 og F1 sem eru dálítið meiri svona upper class. Af hverju eru þið að keppa í þessu í Noregi en ekki hérna heima? Það er bara enginn sem er í þessu hérna heima. Bara basically sko. Og okkar draumur er náttúrulega að reyna að koma inn með sérstaklega með fyrsta minnsta klassan sko, sem er GT15 hestafla mótora. Og þeir fara alveg upp í 60 km hraða, ef við tölum í kilometrum. Og það er alveg verulega hratt á vatni sko. Og það eru krakkar niður í, 12-13 ára? 13 ára að keppa á þeim. Þannig en ég veit ekki, við slysumst nú einhvern veginn inn í þetta bara fyrir, hann keypti sér bát fyrir fermingarpeningana, speedbát og
Þú getur svo sem sagt frá því hvernig þú endaðir í þessu. Já, ég keypti með speedbát og það virkaði ekkert bara. Og við skildum ekkert, við vorum alveg heilt sumarinn að ná honum í gang og svo. Upp á plan og þetta var bara þvílíkur prósess, sko. Hann fékk að kaupa sér bát með því skilir að hann þurfti að mekka hann sjálfur. Hann fékk að kaupa sér skel, mótor og hann þurfti að gangi í gegnum þann prósess að læra á þetta, sko. Það þýtti ekki að fá að kaupa eitthvað tilbúið. Og við erum ekki alveg, eins og Nógirinn segja, sko, fættir með olíu í æðunum. Við erum frekar miklu malbiksgaurar, sko. Þannig að við þurftum að fara í gegnum ægilega eldraun í þessu, sko. En hann, sem sagt, við vorum ég heilt sumar að reyna að ná bátnum bara á plan. Þangað til að Halldór komst inn í umhverfið þar sem að menn gátu hjálpa honum. Og þá varstu plataðurinn í þetta. Þannig að þetta byrja bara sem svona smá djók og allt í orðið bara keppnis. Það má segja það í rauninni, já, eða svona, það var bara hobby í rauninni fyrst bara. Þetta var hobby, sko, og við fengum upplýsingar sem hann getur sýnt ykkur eftir með, sko, við lentum vandræðamálum með skrúu. Við vissum ekki betur, við vorum bara með venjulega skrúu á bátnum. Og Halldór fer inn á Facebook-grúpp og byrjar að leita upplýsingar. Og fær svo upplýsingar um það að við þurfum að nota svokallaðar klíverskrúfur á bátinn. Og þá var náungi sem sá, að Halldór var að leita sér á svona skrúu og hefur samband við hann og býður hann hreinlega í lið. Það er hann byrja á því að fá ókeypis bát, kerru og mótor í heilt sumar að keyra fyrir bara lið. Og þeir bara bjóðun og þetta var bara þeir eru bara að fá, sko, krakka inni og foreldra inni í umhverfið, sko. Og hann fór alveg beint í þetta og ótrúlega með átt, þá var þetta ókeypis í Noregi. Það er eina sem ég veit sem var ókeypis í Noregi. En hvernig hefur gengið úti? Það hefur gengið mjög vel, ég fekk 3. sæti í Noregsbikarnum og eitthvað svona. En ég var á toppnum alveg fram á lokakeppninni, en svo velti ég, þannig að var vesen með bátinn og eitthvað svona. Ef við förum okkur aðeins að bátnum, hvað getur þú sagt mér um bátinn? Hann er framleiddur af Svíum í Svíþjóð, bara af Lundin Formule 1-liði. Og er byggður í trefjaplasti og er örugglega ekki nema 70 kíló eða eitthvað, bara án mótors. Gengur 90 km hraða eða 50 mílur. Og hvað er að þungu með mótor? Með mótor á mér er hann 250 kíló. Með mér, allur pakkinn. Og er ekkert erfitt að sigla þessu? Jú, það er það, maður verður þreyttur, sko. Það er alltaf að vera að stýra og passa að hann velti ekki eða að hann haldi sér beinn og svona. Og hvað er framhaldið á ykkur? Nú eru þið hérna á Íslandi aðeins að kynna landanum fyrir þessu og taka svona stöðun á þessu. Nú farið aftur til Noregs eða ekki, eða hvað? Það er planið næsta vor að fara til Noregs og keppa á þessu. Bara heimsókn? Já, í rauninni, já, ekki flytja, bara flytja bátinn út með gám næsta vor, keppa á honum. Og svo kannski þá eftir það að fara í hærri flokk, sem er það F4. Og hvað sagðir áttur að F4 veri? Það eru tvíbutnir með cockpit eða svona lokabátar með 60 hestafla mótor. Þannig að þá ertu komin í dálítið meiri svona alvöru dæmi. Hvað er svona eftirminnilegasta hjá þér? Það er örugglega þessi velta síðast þarna sem gerðist í Drammen í Noregi. Þá var annar bátur sem kom fyrir fram í síðustu beygjunni
og fór fyrir mig og svo fór ég rauninni bara yfir hann og endaði á gólfi. Þannig að það er eftirminnilegasta. Hinn fór upp á sjúkrahús, strákurinn. Það var án ekki hægt að segja annað en að mæðurnar á hliðarlínu hafi aðeins hvítnað sko. En það var þau eru rosalega vel, sem sagt krakkarnir sem eru í sporti. Þetta er mjög, þetta er kannski klísjukennt, en þetta er sem sagt mjög öruggt. Þau fá ekki að fara út nema að hafa tekið sem sagt vissa kúrsa í öryggi og það eru vissar reglur út á brautinni, hvernig þú átt að haga þér, halda línu, fyrstu beinu línu eftir start. Hver á réttin, hvað þú átt að fara langt þegar þú sem sagt ætlar að fara og loka á annan, hversu oft þú mátt loka á hann. Hvenær þú átt réttin. Þannig að það er mikið af reglum og miklar öryggiskröfur. Það er þegar ég er hispurslust hent út úr keppni ef þú uppfyllir ekki öryggiskröfur í fatnaði, hjálm eða í búnaði í bátnum. Þá færðu bara ekki að keppa. Ef þið segja okkur aðeins frá skrúunum, eða skrúunni sem er undir þessu, er það bara eitthvað sem þú færð út í bíkó eða? Ekki alveg, nei, þetta eru svona hálfgerðar heimasmíðaðar skrúfur sko. Það er einn maður í Noregi sem býr þetta til og þetta er handsmíðað og þetta eru svokallaðar klíverskrúfur sem þurfa þá loft til að komast áfram í rauninni í staðinn fyrir vatn. Það var rauninni helmingurinn á skrúfunni er ofan í vatninu, bara. Hvað er að ná miklu hraða á þessu í beygjum og svona? Á þessum bát? Ég er ná 90 km hraða, ég veit ekki í beygjunum hvað það er. Nei, það er náttúrulega sko, málið er á þessum bát að ég veit ekki hvort að hann tók nokkru sinnum sko að ef þú tekur beygju of hart þá missar hann afturhendan og þá þverar og þá bara punktsnýr í bátnum sko. Og þá getur oltið eða ýmislegt gerst en ef þú sko ert búinn að æfa þig vel þá getur þú brugðist við því með að breyta balans sem sagt með kroppnum og þannig að þessi bátar þola ekki sem sagt harðar beygjur. Þeir geta sko slætað sem sagt og tekið þetta bara kemur nánast út eins og handbremsubeygja sko. Og en þegar þú ert komin upp í katamaran flokkin, tvíbutnir, þá eru að tala allt annað sko. Þá ertu með trim og lift á mótornum sko. Þá virkar það þannig að þá lyftur upp bátnum. Þú ert að fara áður en þú kemur á beygjunni. Þú ert komin á beygjunni, þá leggur hann niður, þá grípur hann á innri hliðinni á bitnunum og tvíbitnunum sko. Þá grípur hann, þá getur þú beygt bara næstum eins mikið og vilt á bara fullum hraða. Hvað er það mikill hraði? Já, þessir F1-bátar, þeir fara á nánast 90 gráðu beygju á kringum 190 km hraða. Þeir eru að fara upp í, að mér skilst upp í 4-5G í beygju. Það er alveg, þú þarft að vera í verulega góðu formi. Og hann var valinn í Team Norway, hann má segja frá því. Já, ég var valinn í norska hálfgert landslið í Noregi. Maður þarf að vera í verulega góðu formi til þess að ef maður ætlar að vera í toppnum. Þá er ekki bara ökuleikni, það er líka líkamlegt. Hafið þið náð að smitta einhvern þetta heima? Ykkur? Ó nei. Jú, það var mjög gaman. Við rétt árum fórum heima þá nartaði Halldóri í bátinn fyrir framan og tætti hann upp að framan og það var komið að tölur skemmdar sko, sem er rauninni, það er bara þannig, þeir eru að skemmast og allt sko. Svo fengum við gæja í Reykjavík. Frá bátaþjónustunni. Já, við bara hringdum í það og hann græjaði þetta nú leitni. Og tók svona vel í þetta og ótrúlega vel gert hjá honum sko. Og það væri rosalega gaman að flytja inn bæði 15 hestafla og 30 hestafla báta. 15 hestafla til þess að starta, fá sko úlinga og krakka í þetta og vinna sér svo áfram upp. Því að aðstæður hérna á Íslandi eru bara mjög fínar sko. Það eru mjög margir sem tala að þetta sé leiðilegt út af veðri sko. En það er ekki okkar reynsla. Við erum búin að vera að keyra á hana fyrir utan Akranes og hérna í Skorradalnum. Hvar er hægt að fylgjast með ykkur? Það er hægt að fara inn á Facebook og fara inn á HR Racing, stendur fyrir Halldór Einarsson Racing. Og þar skrifum við alltaf þegar við erum að fara að æfa eða að fara að keppa eða gera eitthvað. Ég held að við sláum bara botninn í þetta með þessum orðum og gangi ykkur vel í þessu. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir það.